Það höldum við áfram hérna í Pakkhúsinu í innbærum Akureyri í föstudagsþættinum og við ætlum að tala núna Icelandic Winter Games og þeir eru komið til okkar hérna tveir í setti sem ætla að taka þátt á þessum leikum sem verða 7. til 9. mars. Velkomnir til okkar. Takk fyrir það. Ég fór nú með fleipurinn áðan, ég kynnti ykkur áðan hérna sem brettastráka en þið verðið ekki á brettum og eruð ekki á brettum dagstælega. Ég reyndar á bretti líka en við erum sem sagt báðir að fara að keppa á skíðum hana á Winter Games og erum svona að reyna að vera í nafni freeskiing íþróttarinnar hérna á Íslandi. Hvað er freeskiing? Bara til þess að útskýra það eitthvað. Bara frelsi á skíðum. Já, bara frelsi í hjartanu frelsi í hjartanu og sálinni. Já, gangið mér svona kröfuspjöld. Og syngja eitthvað frelsið er yndisleg. Mér finnst alltaf ekki gaman að segja bara að þetta sé bara að hugsa snjóbretti yfir þetta og þetta er bara næsta level. Þú ert komið með 2 snjóbrettin til Lafinnar og þú veist, allir vegir eru færir sem eru færir á snjóbretti og fleiri. Þetta er náttúrulega ekkert tengt Ólympíuleikum, það er ekki svig eða brun eða neitt þannig, eða hvað? Nei. Þetta eru bara stökkpallar. Já, það eru stökkpallar og það eru reil sem að koma. Það eru glæný reil sem voru pöntuð frá Noregi. Já, þetta er svona, ég veit ekki hvort það fyrst með til þessu Ólympíuleikunum, það var ný íþrótt á Ólympíuleikunum sem er ekki kallað brekkuþrautir núna á íslensku. Heitir slopestyle á ensku og þetta keppnin sem sagt hérna verður þannig. Slopestyle. Sem sagt nokkur sem sagt reil eða handrið í röð og svo koma nokkrir pallar og bara samanlagt úr því hvað hún að gera í þinni braut eða þú veist þannig. Já, og þetta er bara ein löng braut með þessum. Já. Og ég frétti að vera að gera eitthvað brjálæðislega flottan og háan og mikinn og stóran stökkpall. Þessi brautin, allavega samkvæmt teikningu, þá er að vera sem sagt 3 raðir af reilum eða handriðum og svo koma 3 pallar sem að stækka sem sagt hver á eftir öðrum. Og þessi síðasti á að vera risa? Ég man ekki, hann á að vera eitthvað yfir 20 metrar langur. En svona ykkar upplifun, þið hefur náttúrulega verið að fylgjast með hérna úti þessum stóru keppnum. Núna er verið að flytja svona stóra keppni hingað til Akureyrar. Er þetta svakalegt sem er að fara að gerast? Þetta er rosalegt. Er þetta rosalegt? Þetta er stórt. Af hverju er þetta rosalegt? Þetta hefur bara aldrei sést hérna áður. Hvað er að gerast? Hvað er það sem er rosalegt? Er það brautin? Það er brautin, það eru keppendur sem er að koma, sem eru að heimsista eins og Píki Höndir sem er núna að keppa á Ólympíuleikunum og aðrir stórir sem er að koma. Þannig að það eru bara að koma risa nöfn í þessu bransa til Akureyrar að keppa? Já. Og þetta hefur svo sem ekkert gerst sko á Íslandi áður að stóru nöfnin í þessum bransa sé að koma til að keppa? Það hefur aldrei gerst held ég. Nei, þetta er einhvern veginn svona freeskiing svona á Íslandi er eiginlega bara svona ennþá bara hálfpartinn bara underground. Það er bara svona nokkrir sem að vita hvern annan og þetta er svona ennþá þetta á eftir að detti upp á yfirborðið. Snjóbrettin er alveg búin að ná sínu skilurðu en svo ef þú ferð út þá er þetta bara allstaðar. Þetta er bara sprengja út í þessu sko. Og þessi skíði sem þið eru á, þau eru örlítið öðruvísi hönnuð heldur en þessi venjuleg skíði, ekki? Já. Þau eru með það heita twin tip og það er að því að þau eru með tip báðum megin, bæði fram og aftan. En kannski hluti af þessu sem ég hef allavega heyrt að þetta er ekki bara það að þetta verði rosaleg keppni og flott braut og bara meistarar í greininni á heimsvísu heldur líka kannski stemmingin í kringum þetta. Ljósasjó, tónleikar og þetta sé bara viðburður í bænum. Já, það er sem sagt búið að læna upp einhverjum tónleikum og svo eiga að vera alls konar viðburðir í kringum þetta. Það á að vera, það á að kynna snow kiting sem er hérna, þá er þið að skíða með flugdreka og svífa eitthvað og það á að vera, það er einhverjir heliskíðingar að koma, þannig að þyrlan verður á staðinu. 30 per á skíðum ef að fólk vill kíkja, þannig að maður þarf ekki að eiga skíðin sko til að fara. Og heliskíðing þá er verið að tala um að fara upp með fólk í þyrlu. Og þetta er greinilega bara miklu stærri viðburður heldur en margir gerir sér grein fyrir. Algjörlega. Og það er náttúrulega, þú veist, það er svo fáið sem þekkja til þessa bransa, þannig að það er svona
þarf kannski að ýta því að hversu stórt þetta Haldið þetta sé hægt á Akureyri? Erum við of langt í burtu út á landsbyggðinni til þess að geta haldið virkilega flott og stórt svalt mót af þessu tagi? Nei, ég Held ég ekki, held að sé alveg verði algjör snilld, sko. Og svo náttúrulega má ekki gleyma að snjóbrettamennirnir verða líka með á þessu móti, þannig að þetta verður bara svona ein stór hrúga af skemmtun, sko. Og það væntanlega einn svona stór dagur sem aðalkeppnin fyrir fram. Já, það á laugardaginn. Það á laugardeginum. En það náttúrulega tækifæri líka fyrir fólk hérna heima, jafnvel þó að sé ekki sjálfur í þessum bransa, að koma og sjá bara einstakann viðburð og taka þátt síðan í öllu lífinu í kring. Já, alveg klárlega, sko. Og svo náttúrulega allir við bara skora á alla stráka sem eru á svona skíðum hérna heima, mæta og helst bara vera með, sko, hefði geta það. Við erum rosalega spennt fyrir þessu því að þetta að heppnast vel þá geti þetta orðið bara risastór viðburður í akureyrsku lífi hreinlega. Íslensku, evrósku, vetrarsporti. alheims, sólkerfir, nei, allt í lagi. Við ætlum að ræða bókina 30 dagar hérna, rétt eftir.